Orka náttúrunnar að rækta seiði úr Andakílsá og sleppa í ána til að styðja við náttúrulegan laxastofninn í ánni og með þessu erum við að vinna á móti áhrifunum sem orkuframleiðslan að valda á lífríkið í ánni. Þannig að við erum í raun og veru að reyna að gera starfsemina eins sjálfbæra og mögulegt og það hefur bara gengið mjög vel. Litlu laxabörnin okkar bara að vaxa vel og dafna og hlumma sér bara vel í ánni og veiðin hefur verið góð. Þannig að við erum bara ákaflega stolt af þessu verkefni. Ferlið að við byrjum á hausti að fara svona í október eftir lokun Andakílsár þegar veiðin búin. Drögum á hana til að ná okkur í hryggningafisk og það eru þetta 10 hryggnur og 4-5 hængar sem við sækjum í ána og komum með hérna upp til okkar og setjum þá í ker hérna úti. Svo þurfum við að fylgjast með, reglulega bara fylgjast með hvenær hrygnan tilbúin til að hrygna. Maður finnur það á kviðnum á þeim þegar hann verður mjúkur, þá verður bara að losa hrognin út í kviðin, þá eru það tilbúna til frjókunar. Þá tökum við hrognin úr henni og frjókum þessu með 3-4 hængum. Eftir það kemur dýralæknir og reyndar og skoðar hverja einustu hrygnu, við veitum hvort að sé einhverju hluta sýkt af einhverju eða svoleiðis sko. Og komið það í ljós að þá þeim hrognaskamt bara 1. Og eftir þetta setjum við hann hérna inn í hrognaherbergi á okkur og þar eru þau bara hrogn í 450 til 600 dagráður þá til að þau fara að skríða úr hrogninu og eru þá bara lítil kviðbókaseiði sem kallaði og lifa þá bara á þeim kviðbóka sem þau hafa sem næringin voru fylgjan eða svoleiðis og lifa á því upp í þetta 700-800 upp í 900 dagráður cirka. Og þá tökum við það hérna fram og byrjum að gefa þeim að borða. Þessi komu fram í febrúar. Við reynum að halda hrognunum á köldu vatni, 4,5, 4,7 kannski gráður. En svo þegar þau koma hérna fram að þá hitum við á þeim og þau eru í 7-8 gráður núna vatnsita. Og þá byrja þau að vaxa og vaxa og vaxa. Eins og þessi seiði þetta þess að við tökum haustið 2024 og þau fara þá í ána vorið 26. Svo þau eru 18 mánuði hérna hjá okkur frá hrogni og þangað til þau eru komin í ána, þangað til þau farin frá okkur. Og svo sleppum við þeim og þá tekur Andakíls á veiðifélagið. Og þeir setja það í tjarnir hjá sér, þeir eru með 2 tjarnir. Fóðra það þar í 2, 3, 4 vikur og þá eru þau tilbúin til að fara til sjávar bara til þess að vaxa, til þess að verða að fiski, raun og veru, vaxa fiskur og hrygg. Við höfum tekið alltaf klakfiska héðan og áni, haldið við Andakílsárstofninum, þannig að það sé tryggt að það sé sá erfðabreytileiki sem við höfum þar sem við erum að nota áfram. Við sjáum það á þeim botngerðarrannsóknum sem hafa farið fram að áin getur ekki framleitt nóg sjálf, þannig að hún þarf þennan stuðning sem að felst í seiðahaldinu. Þannig að þetta skiptir sköpum, lífríki haldi sér og veiði geti haldist það áfram í ánni hér. Og hvernig hefur þetta gengið að undanförnu? Það hefur gengið mjög vel. Seiðin úr Andakílsánni þau eru alltaf mjög góð, þau dafna vel, þau eru yfirleitt mjög spræk í stöðinni og eins þegar þau kemur hér niður. Við höfum haft úrvalsfólk til að síðan að sinna seiðunum hér á vettvangi, senast í tjörnunum áður en fara út. Þannig að það hefur hjálpað til líka. Við höfum gjört okkar til að draga úr afföllum með því að vera í minkaveiðum, því að minkurinn mjög mikill afræningi á stofninum. Þannig að við höfum líka lagt okkar í þar að mörkum. Þannig að þetta hefur gengið vel og skilað sér bara mjög vel inn í ána. Við erum með seiðatjarnir hér á vettvangi, við erum með 2 og það náttúrulega líka sem rannsóknir hafa sýnt að seiðin eru svolítið að fara heim eða þessast fiskarnir aftur þegar þeir koma, þannig að það er kosturinn að hafa þetta 2 stöðum til að dreifa fiskinum ána þegar hann kemur úr hafi árið seinna. En veiðin, hvernig hefur hún verið undanfarið? Veiðin hefur verið mjög góð síðustu árin og það hefur verið bara mjög ánægilegt, sérstaklega náttúrulega síðasta ári, hún var mjög góð, var bara í toppsæti yfir landið í veiði per stangadag. Þannig að þessi vinna þá að skila árangri hjá okkur við seiðaeldinu og umhirðinu eftir og síðan þá það sem við höfum gert til að bæta botngerð í ánni sjálfri
eftir og skilyrði í hliðarlækjum og ám þannig að þetta er að koma inn í veiðina.